Pétur Guðlaugsson, þú ert næstur á mælendaskrá. Já, formaður og ágætu félagar. Þessar 9 tillögur frá C-nefndinni eru miklu verri heldur en tillögurnar sem hafa verið samþykktar í áfangaskjalið. Mér heyrist nú á sumum nefndarmönnum í C-nefndinni að þeir eiginlega samþykki þetta gegn betri vitund, ég veit ekki af hverju. En ég tek undir þá gagnrýni sem kom fram hjá Vilhjálmi Þorsteinssyni að þetta kosningakerfi á að vera fyrir kjósendur en ekki stjórnmálaflokkana. Þarna þröskuldur, 4% þröskuldur sem auðvitað í þágu flokksræðis og svona þröskuldar eru til þess gerðir, við vitum það. Nú ég veit ekki hvers konar sinnaskipti hafa átt sér stað vegna þess að hér kemur ákveðin sérfræðingur, góðviljaður og ágætis maður en hann hafði bara skoðanir sem að voru í hrópandi andstöðu við held ég skoðanir mjög margra okkar hér. Og þetta var allt til að hlusta á það en ég veit ekki af hverju menn voru að taka sérstakt mark á þessum. Nú að það eru fleira sem að kemur hér til. Það þetta ákvæði kynjamálin hér. Í kosningalögum skal mælt fyrir hvernig stuðla skuli að sem jöfnustu hlutfalli kvenna og karla. Nú formaður C-nefndarinnar rökstuddi ágætlega þá tillögu sem núna í áfangaskjalinu og sú tillaga var í lögum skal veita framboðum heimil til að tryggja að hlutfall karla og kvenna meðal þeirra sinna á kjöri á þeim listum sem jafnast. Hann studdi þetta góðum rökum á sínu tíma og ég veit ekki hvað við getum gerst, ég hef ekki heyrt ný rök fyrir því að færa þetta aftur inn í textan eins með þessum hætti. Nú ástæðurnar eru nokkrar. Í fyrsta lagi þá virðum við að vettu með þessu ákvæði almenna reglu jafnt vægi atkvæða. Í öðru lagi þá beinist þetta gegn jafnræðisreglunni. Nú í þriðja lagi þá þekkist þetta ekki í nágrannaríkjum okkar. Akkur eigum við að gera standa þessari tilraunastarfsemi. Þetta þekkist ekki. Ég fullyrði að það sé ekki minni barátta fyrir réttundum kvenna í nágrannalöndum, sérstaklega í Skandinavíu. Og ég veit ekki akkur það engar slíkar reglur þar til, akkur þurfum við að innleiða þetta. Nú svo hefur verið bent á það að frambjóðandi sem fær fleiri atkvæði en mótfjárambjóðandi af gagnstæðu kyni, hann gæti sjálfsagt höfðað mál þar sem hann fær ekki sitt þingsæti sem hann ætti að fá ef að jafnræðisreglunar var ekki gætt. Þannig að þetta eru vondar tillögur og ég vildi gjarnan heyra rök formanns C-nefndarinnar fyrir þessum breytingum. Bæði varða kosningafyrirkomulagið og svo síðan þetta, hvað hann kalla, kynjaákvæði. Takk fyrir.